Og Aftureldingar í lengjudeild karla. Við ætlum að byrja á því að kynna lið gestanna. Númer 1 er Jekvan Galú, númer 2 er Gunnar Bergman Sigmarsson, númer 6 er Aron Eli Sævarsson, númer 9 er Andri Freyr Jónasson, númer 13 er Rasmus Kristjánsson, númer 15 er Hjörvar Sigurgeirsson, númer 16 er Bjartur Bjarni Bjarkarsson, númer 17 Ásgeir Freyr Ásgeirsson, 21 Elmar Kári Kokic, númer 22 Orri Jensen og númer 77 Ivo Brass. Þjálfari Aftureldingar er Magnús Már Einarsson og honum til aðstoðar er Elvis Kjölsins. Þá er við heimamanna. Númer 1, Marvin Darri Steinesson. Númer 2, Morten Hansen. Númer 3, Elvar Baldvinsson. Númer 4, Fatah Guatamusi. Númer 7, Vladimir Tuficevic. Númer 10, Ignacio Gil. Númer 11, Benedikt Warren. Númer 18, Ibrahima Balde. Númer 22, fyrirliði okkar, Elmar Atli Garðarsson. Númer 23, Silas Songani. Og númer 40, Gustaf Kjeldsen. Þjálfari vestra er Davís Mári Lamute og honum til aðstoðar er Daniel Osafafatu og Brenton Muhammed. Dómari leiksins er Guðmundur Páll Friðbertsson og honum til aðstoðar eru Daniel Ingi Þórisson og Sveinn Ingi Sigurjónsson Våge. Eftirlitsmaður er Vilhelm Adolfsson. Við vinnum á háttvísi, skemmtum okkur konunglega, gerum þetta góðu kvöldi og áfram Vestri! Koma svo!
Góða kvöldi og verið velkomin að leik Vestra og Aftureldingar í leikjadeild karla og ef við telst þetta rétt þetta 17. umferðin Afturelding situr á kápunum ennþá með 36 og Vestri í 15. sæti með 23. Við ætlum að byrja að fara að liða gestana í markinu Yvgen Sennar Gunnar Bergmann, Aron Elí, Andri Freyr Rasmus, Kristjánsson Hjörvar, Bjarki Bjarmi, Ásgeir Frank, Elmar Kári, Oliver Björum og nýja leikmann Ívo Bra sem kom hérna frá Ægi, mikið læti í vikunni yfir og þjálfari Magnús Már Einarsson. Og þá eru liðið heimamanna, það breyting, Marvin Steinar kemur í markið, Marvin Darri segi ég, Steinarsson, Rafa meiddur og síðan það Morten, Elvar, Fatay, Kufa, Nacho, Benedikt Warren, Ibrahim Baldi, Elmar Atli, Sælas og Gustaf. Það fyrir liðinu sendinguna miðju, þetta vel spilað og aftur þið komin á afturmannhörnum en þeir missa hann hérna aftur fyrir. Afturhendingin alltaf fór hérna með himmelskautum fyrstu umferðarnar en það var svona síðan unni hérna 21. júlí, Selfoss 9-0, það var ekki náð að vinna leik, það er 2 töp fyrir í á Grindavík og síðan jafntefli við Gróttu. Og Vestri hefur verið svona áttu góða kafla en tapað síðan síðasta leika móti Njarðvík. Þannig að bæði lið þau þurfa alveg bara nauðsynlega sigri. Ef Afturelding vinnur ekki er í að koma alveg í þá eins og ná þeim og ef Vestri vinnur ekki þá er það bara þetta spilsæti. Og það eru gjöraðstæður til fótboltaíkuna. Ég held að sé hátt í 18 gráður hérna logn og völlur að rigndi að komi hitaskúrir í dag. Þetta fyrsta skipti á Vestri ykkur fagnar rigningu, það búið svo heitt hérna undanfarið. Dæmt rótan og Íbra. Svo heila eru hérna stundum með Aftureldinga, þeir eru hérna 6 sem ferðast með liðinu í dag. Elmar vinnur handboltann. Vestri með svona það lið sem hefur kannski nákvæm bestu úrslitum fyrir utan Rafa, þannig að Marvin kemur bara í hans stað. Það er svona breytingar á hérna Aftureldingu. Georg er ekki hærabakkurinn, ég hvort það var skóla í banni í mannvarðarhelgin, ég skal hérna fletta uppi. Þetta er brot á Elmar. Hann byrjar öflega hérna í og Bras, hann er búinn að hafa 2 spretti hérna. Hann ætlar að spila hérna annars skipti í sumar held ég. Afturelding á hérna aukaspyrnu góðu stað, það er nýji maðurinn. Þetta er almennilegt, ná í mann og bara henda honum í byrjunarlið og hann tekur allt. Alveg sæning. Góður bolti að þessi fer aftur fyrir. Svona bæði liðið er í þessu. 4-2-3-1, 4-2. Marvin er að byrja sem fyrsta leik í sumar, hann spilaði slattaði fyrir hann. Hann hefur bætt sig gríðarlega. Elmar, Böss. Langa bolta hérna Íbra en Aron Elí fyrir liðin en þetta er samt eitthvað vesen í Aftureldingu, boltin endar hérna hjá Nacho. Nú gerir þetta afar vel góða sendingu en Gunnar les þetta vel. Göss með skiptinguna á Sælas.
Sælands komin aftur í hópinn, hann var ekki með síðast, hann eignaðist barn í síðustu viku og ég óskum honum til hamingju með það. Sælands að rappa fram hjá nýja manninum fínasta bolta, það var bara ekki nokkur maður, einhver misskilningur á milli manna. Samt sem áður var þetta góður bolti. Skellur bara að grafa það, hann er enginn nær honum. Þannig að Afturelding er búinn að vera besta liðið í sumar en hefur hikstað þessi 3 leikjum. Og bæði þessi lið hafa runni spila vel í sumar. Vestri er í þessu umspilsæti og allt verður á vestra hjá Aftureldingu og besta á vestra. Þá getur við kannski henda bara hérna í umspilsleik í september. Og langur bolti, Elvar les þetta vel, kemur nú Marvin. Elvar þarf að stíla á vika, kannski besta leikmann leikjadöldinni ár. Elmar Karokovic. Þeir vinna neðan hátt á vellinum. Og þetta er Óli Björn. Skotur hann fram með þetta, var sem vel gert hjá Aftureldingu. Og það er líka nýr maður á bekknum hjá Aftureldingu. Rúrik Gunnarsson kom frá KR á láni í gær líka. En Vestramenn hafa líka 2 menn í gluggunum. Gert hann með Ásgeiri Frank. Náðum hérna á bekknum Tarik Ibrahimovic og Iker Hernández Esquero. Hjörvar Hærubakkar kemur inn á miðjuna og kemur en Vestramenn hafa nú varist vel. Við erum með hennar bestu vörnin deildina ef ekki á bestu. Meðan Afturelding hafa verið datalega bestu sóknarlið á Íslandi. Og Vestri hefur fengið á sig 20 mörk. Minnst áttalega í deildinni sínist mér og Afturelding skora 40, mest áttalega í deildinni. Þannig að besta sóknin á vörnin mætast í dag. En sókninni á Vestra hefur kannski ekki verið mikið útlust upp á 1 mark. Aron Eli, góða sendingu hérna á leikmann nr. 16, Bjart. Ásgeir Frank og Baldi lenda hennar saman. Hjörvar. Það er Bjartur. Karokovic. Það er góða verk í Elvari. Dæmt brot. Þetta var vel gert hvað sem hann hefði fata en Gúfa Reyma og allir, það er ekki tilbúin í þetta. En liðið mættist inn í fyrra og þá er mér kjöldbró og Afturelding Vestramenn hérna. 4-1 ef maður rétt. Aron Eli með sendinguna. Aron Eli bróðir Birkjum á Sagursson og sonur hans Birkir sem hann spila hérna með Herði Ísafjörði í sumar. Það heyrði líka, hann hefur skemmt sig vel á öfurballinu. Ásgeir Frank með skrýtna sendingu. Nú finnur það á liðanum að það liggur. Það er mikið undir af því að IA er 3 stigum núna á eftir Aftureldingu. Grótta er 3 stigum eftir Vestur og Þór og Grindavík og Selfoss og öll liðan. Þannig að þessi leikur er ofboðslega mikilvægur upp á framhaldi fyrir bæði lið. Og Afturelding verður einhvern veginn að fara að Ísland á tímabilinu hjá sér.
var ekki mikið að klikka í 3 leikjum, það er erfitt prógram eftir og ég held að sé ekkert grín að detta inn í úrslitakeppnina eftir svona tímabil. Þegar þeir eru búin að eiga rauninni tímabil svo ætti bara að fara upp. Hjörvar hérna. Gæti alveg verið. Elvar hefur spilað vel í vinstri bakvörnum í sumar. Rasmus Kristinsson kom til liðsins. Það hefði ekki verið bara á Val. Besti varnarmaður á Íslandi undanfarin 10 ár. Ég held að það var að fulla það að spila með KR, IB og Val. Lánaði til Fjölni eftir krossmárslistinni rúllu hérna upp þessari deild. Frábær tækling hérna í Ásgeiri Frank. Völlurinn er frábær, veðrið frábært. Akkurat rétt leiti í honum. Íbra vinnur hérna boltann, nú er að koma á Sælas. Þetta var hrikaleg sending. En Sælas vinnur hann hérna. Sælas er búinn að vera okkar besti svona maður í sumar. Þannig að kýla hann hérna. Úkraínumaðurinn í markinu ef mann rétt. Jevgen. Galchuk. Ég sé kalla hann bara Jevgen og restan útsettingunni. Gus. Búinn að vera stórkostlegur fyrir vestra tímabilinu og kemur ekki á óvart ef að liðið í efri deildum fari í bestu deildinni fara að bera vísuna í hann. Nacho. Maggi öskar á sína menn hérna aftur líka pressa. Gunnar vinnur hann skallaði Túfa, vinna næsta bolta. Stóðum að leysa vel úr þessu. Hjörvar hérna með boltan á Andra. Það verður að brota Nacho og breyta þarna á Oliver. Það sé nú aldrei að vita hvort að Njarðvík muni leiðast upp í úrslitakeppni með Seljaskipuna. Þeir eru að vinna Selfoss núna 2-0. Stemning í stúkunni. Ég er hérna 6 úr afturhendingu. Það er þvílík læti í þeim. Rósaði að menn koma alltaf hingað á leik. Marvin hérna múlsparkið. Elmar með góðan bolta hérna. Rasmus les þetta vel. Elmar með pressa vel. Vinna boltan hérna hátt á vellinum. Sælas tekur Aron hérna. Aron gerir vel að vinna tilbaka.
Íbra hann Gunnar byrjaði hann að leika afar vel í miðunum. Valdi Fimmta myndi búnar, það nú lítið gerst í leiknum. Jafnbraði á með liðunum. Afturlítið Hóta að byrja þetta sterkt, síðan hefur einhvern veginn ekkert. Sælas með geggja bolta á Túfanar tegir sig hann. Geggjuð markasla. Langbesta færi leiksins. Guðmann hálfbolt upp í horn á Sælas. Aron að lenda í smá vandræðum með að geggja fyrirgjöf. Bara stórkostleg markasla hjá Jörgen. Hennan þegar menn Sælas tekur það. Fjær og Morten. Ja, þetta var ekki alveg nógu gott. En ég ekki bjargaði algjörlega. Það er frábærsókn hjá heimamönnum. Fyrri leikurinn endaði 3-1 fyrir Aftureldingu. En síðan þá einhvern veginn var svona vakti heimamenn til lífsins. Það fóru að byrja aftur að vera góðir og ná í úrslit. Hjörvarinn í hægri bakinu mikill neðri deildar flakkari en núna komin í Aftureldingu. Bæði spila fyrir K.A. Dalvík Reyni, Huginn Magna með Frakur og systir hans hefur verið í Þór K.A. Bróðir hans svona öflugur líka á yngri árum. Rasmus innan boltan, góðan bolta. Þetta er vel gert í Aftureldingu og Aron Eli hefur ansöfluð svonarlega líka á vinstra megin. Það er skot, beint á Marvin. Ívar Bras, nýja maðurinn. Það var mikið fjarðarfólk í kringum hann. Eftir að Afturelding náði bara í hann frá Ægir af því ég gerði ekki samninginn almennilega. Það var Elmar. Og svona næstu því. Skilnálega heiminn hissa þessu, mér finnst það bara bein. Túfa, klæðir maður bara úr. Heimmenn byrja hérna aftur. Bara hérna boltan með Túfa. Langur bolti hérna á Morten og Benno. Móti Hjörvari en hann næri ekki að taka með sér.
Ásgeir hérna. Og svona koma aðeins meiri hraða og losna þetta. Vonandi við fáum fleiri færi. Vonandi mörk. Bras. Þau vel spila hérna á gestunum. Hjörvar og Gogic. Hann með góða bolta og Ívar Bras með skalla beint á Marvin. Þeir hafa ekki náð að testa Marvin almennilega. Menn með boltan hérna í afturstu línu. Þetta ömurlega hljóð frá stuðningsmönnum Aftureldingar. Ég vona að ég fari ekki að taka búið selálúðurinn hérna líka. Það Gústa Gossi hérna með boltan. Menn halda hann vel aftast en náður ítið einhvern veginn að koma sér fram að en á núna aðeins að losa. Þetta var óvænt góður bolti á bandi og Túfa fær hann líka óvænt í þessu áttuðurir. Rasmus. Afturlíka með hann Kali og framann á bunninginu sinum. Og við erum nú marga tónlistamanni og hann er gaman þegar það er með Bjeki og Ingibjörg hérna á ringunni. Það er ekki svo gott. Alveg Hjörvar. Þetta er sérkjörlega svona hægt í Afturlíku núna. Og Rasmus, þetta er vel gert hjá þeim. Tapunum. Frábær bolti og Sælas er nú bara komin í gegn hérna. Hann bara sendir hann í lautaferð. Þvílíkt mark. Þykist hann að skjóta markmann hendir sig til hliðar og setur hann í 1 markið. Síðast hvernig sá þetta gert var Alexis Samsi segir maður rétt á móti West Ham. Þvílíkt mark. Hann sagði voru Afturlíku núna hægir, senda boltan hægt og enda nú góðin Kærulsen sendingu og Baldi með stórkostlega sendingu gegn. Sælands bara með nettustu hreyfingu sumarsins fór ég að fullera þvílíkt mark. Það er alltaf að fara Corver coaching hérna sko. Vel gert hjá heimamönnum. Leikurinn hefur í jafnvægi. Mér finnst svona að hann vantar bara hraðan í spili á Afturlendingu. 1-0 vestri Sælas. Nýbakaði faðir fagnar því með að smella honum hérna í markið. Það er nú viljað fá Bebeto fagnir hérna að vakka bandinu en maður fær vist ekki allt en ég sætti með þetta. 24 mínútur liðnar. Og IA er komið í 2-0 þannig að þetta þýðir að IA Afturlendingur er jöfn á stigum með að leikin endar svona. Og ykkur reikistefna hjá dómarunum.
Gert í ummunum. Afturhalding að gera alveg fína hluti en þetta bara svo óbúðslega hægt. Það að vera miklu hraðar að hreyfa þessa vesturvörn og þetta þeir hafa fengið fæst mörg á sig, það ástæða fyrir. Leikir lengjudeildar karla í kvöld. Þróttur að vinna Þór 1-0, Njarðvík að vinna Selfoss 2-0 og IA að vinna Ægi 2-0. Tómasson, áfram vestri! Ég veit ekki hvað Samúel að hugsa núna, gott að hann tilkynna ölluleikum Afturhendingar að IA komið í 2-0. Gera svona smá blóð på tannen. Rasmus, þetta svakalega hægt, þetta bara eitthvað svona. Vestamenn alltaf nálægt í að vinna hana því að þetta gert að ég myndi halda 30% hraða með hvað ég sé þessi Afturhendingu sumar, þetta hefur verið alveg geggjað hjá þeim. Þú spilar ekkert betur en andstæðingur Leifur, eins og maðurinn sagði. Það er nóg eftir. Þetta vel gert á Elmar Gókic en Elvar bara búinn að vera með hann í þessum fyrir hálfleik. Og þá Marvin hérna með aukaspyrnuna. Líka sko Vestri með í rauninni nýja markmann að Rafa spila hérna sérstu leikinn. Það samt einhvern veginn það ekki náð ógnað reynt á Marvin. Það rennblautur völlur. Þetta Vestamenn vinna boltann Natsjó. Hjörvar gerir vel, vinna boltann á honum. Natsjó alltaf náða svo mikið. Þetta vel gert hjá Afturhendingu. Morten. Skotan á Rasmus. Marvin hérna með aukaspyrnuna, nei markspyrnuna segja, svo ekki þetta. Óskar vinnur. Heimir bara auðvitað að ná alltaf tökum á þessu leik. Það líka með Vesturlið, þú vilt helst taka útileikin í maí-júní sko, þannig að menn að spila sig saman eftir það, en koma hérna í ágúst, það ekkert alltaf skemmtilegast. Vesturmenn fá inn á horn.
Sælarsson með gott horn og sláinn. Gus, ég sá ekki hver átti skoti en Heimir eiga þarna skoti slá. Þeir eru búin miklu betri síðustu mínútur. Og hér Morten. Þeir hafa verið helviti öflugir inn í teg, Danirnir okkar Gus og Morten. Bara 2-3 mörk sem hefur bara skallað til þessum leið. Nú vinnaði boltan. Koma hérna hratt. Bjartur með sendingu út á Danan. Ég ætla að gíska hann Dan, ekki hugmyndu það. Óliði Bjerum. Þannig hvort þetta Dan eða Normaður. Það Benó Sælas kemur henni seinni skipunum á 200 km hraða. Sælas búinn að vera ansi góður hérna á national þessum. Það kannski hálfverst að finna eiga góðu kafla. Það oft sem erum bara fyrir utan okkur ekki bara 1-0. Við náum einhvern veginn ekki að segja, bara slíta okkur dálítið frá. Þetta misskilningur milli manna. Aron Eli hérna. Þetta er svona einkennileik Afríka. Þetta svo tæft. Núna Aron sér í spjald. Sælas gjörsamlega að ganga frá honum. Þetta ég nokkuð viss að hérna bakvörðurinn spilaði í Gróttuliðinu daginn sem ennþá með martraðir eftir hann. Benó. Benedikt voru sem tekur þetta. Það bara frí 4 inn á deg. Morten kemur. Flottur bolti. Og aftur að vinna þetta. Fatæði með skot. Fínt hjá Vestmannaeyjum að enda þetta með skoti. Það var hérna. Bjartur. Það eru öflugir bekknum inn í afturhaldingu. Þeir eru með Arnór Gaut og Ásgeir Marteins, Jökull Rapp og nýja maðurinn Rúrik. Bjartur. Þetta vel gert Bjartur. Bras. Þetta bara eitthvað svo. Það handboltar Ásgeir Frank. Þetta vel spilað. Bjartur. Heimir verjast þessu vel. Við verðum að stíga upp. Gera það hratt og örugglega. Þetta var betra allur. Þetta var samt aldrei svona klafs út í horni. Það gera þetta hraðar. Og bara vörn hjá Vestra. Macho geggjaðan bolta. Frábær móttaka hjá Benó. Benó 1-1, hann góður í þessu stöðu. Gerir þetta frábærlega og losa hann. Ég sammála dómaranum þarna. Það var easy, hann hefði þetta losa fyrr.
Aðstæður hérna. Gókits ekki sáttu við sína menn. Enis. Þetta gerir þetta, það var vel. En Aron er líka komið hérna. Hægri kantinn. Hann er búinn að vera aðeins að láta í sig heyra núna í sínum menn. Vestam verður sig auðvitað á Baldi. Og Guðmund. Þetta er afskaplega þreytt að mæta þetta. Það er öskur hvernig einasta atriði í leiknum. Elmar hérna. Mjög góða stöðu með góðan bolta en Gus gerir vel og Sælas. Sælas bara klaufið þarna að losa bolta fyrir en þetta er aftur fyrir. Marvin. 36 mínútur núna, 1-0 fyrir Vestra. Þeir eiga síðan næst hættulasta færið. Skot í slá eftir hornspyrnu og ég hef líka allt afturökuleið byrjað að hitta upp. Trúi ekki að þetta lítur úr kartinu. Þeir var ekki efstasett í þessari deildinni þessa spilamennku. Sko. Þetta er frábært. Ívo Bras. Góða setningu en Gus gerir þetta vel og Benó kemur þessu burtu. Þetta spila bara úr þessu. Þeim að Vestamur sagði þess að Aron Eli alveg eitt. Þetta er svona helsta. Það verður mjög öflugt vatnið sumar. Nú er Sælas komin á ferðina. Hún fær miklu meiri tíma. Ég menn eiga þetta. Sjáðu þetta með spegilsléttur. Það er búin stórkostlegt hérna í ágúst. Aron. Þannig að gera þetta vel. Ég veit ekki hvernig fólk að byrja með aukaspyrnu. Það er einhvern góða stöðu hérna. Benó með góða setningu og Túfa. Rétt framhjá. Ég glemdi að færa henni Túfa. Vestri hefur búin að eiga í rauninni 2 bestu færin og markið. Afturlíka hefur bara lítið gert. Það er ekki óvart að það væri 2 skipting í hálfleik. Hjá gestunum. Marvin með hann hérna, beint á Íbra. Þetta er vel gert og Íbra fær hann hérna og Túfa.
Sælas með hann. Þetta er illa gert hjá fyrirlanum Elvari. Elmar er kannski ekki besti sóknarmöguleikinn þarna. En er frábær varnarlega. Þetta er samt bara ágætlega leyst með hvað stöður eru konur í hana. Við klúðurum þessu algjörlega hérna konur upp á endamörkum og endur við þessu. En ná að stilla okkur af. Og höfum að Elmar hefur samt verið að reyna, bara einhvern veginn ekki gengið. Látt sjá mig undarlega hann fattar þetta og Sælas kominn enn og aftur. Frábær bolti og beðið Aron. Aron er gjörsamlega út á þekju þarna með hann. Það er líka ástæðan að Sælas spila hérna í dönsku súperligan. Og það er hotspinnar sem er hjá. Svo er það Sælas sem tekur það, síðast stuti heiminn í slá. Mjög sterkt fyrir heiminn að koma sér 2-0. Þetta er slappu bolti en hann fær aðra tilraun. Allt í góðu. Gerum bara betur næst. Sælas tekur þetta aftur undan. Fær aðra tilraun. Komið svo Daninn okkar. Þarna Göss skallar hann. Þetta hendi, ég hef bara ekki nokkuð leið að sjá þetta. Sælas hérna bara lappar fram mér og vild og geðveikalt 2-0. Túfa. Sælas er að leika sér að þeim. Maður svo sé hérna með einhver, var að læra tricksin í FIFA. Tippar honum hann yfir bakverðin og lappa fram hjá þeim. Það mægir fleiri börn að spila kannski svona. Það vilja og tvíbura hann mest. Líkur leikur. Já, hann fer hérna að gefa Batu. Lappar hérna fram hjá þeim aftur, enn og aftur. 2-0 fyrir Vestra. Leikurinn byrjar og þeir eru allir að fagna. Guð hjálpi mér ef þetta enda með einhverju. En vel geti á fáið kannski skyndisókn. Já. Hefur menn bara fínt að þetta dó hérna á aukaspyrna. Fagnir þessu ekki kvarta. Vorum enga veginn í stöðu. Þetta er satt. Við vorum bara ekki klókan en þetta. Ég held að það er ekkert að sakast í dómarana. Áfram gaf. Verður einn að standa hinum meginu miðin að menn er í þessu þangagangi. Klókari, en 2-0 verðskuldu fórskóta heimamanna aftur þetta hefur eða bara raun ekki mætti leiks. En heimamenn ná að klára allar sóknir, enda með skoti og bara langt sér ég að séð. Þetta er bara langbesti hálfleikur Vesturliðs. Það voru góður mútið Gróttu en þetta bara geggjaður hálfleikur. Ég vonum að endi svona. Það kemur mjög óvart ef Áski fram. Andri og Hjörvar myndi allir byrja þarna seinni hálfleik. Bjartur, þetta er búið að vera ansið þú.
Dúfa, Nacho. Dúfa gerir tapar honum hana. Elmar gerir vel. Leikurinn að leysast upp í einhver læti. Þetta sem mun betra okkar heimamenn að halda þessu niðri. Tempo róa aðeins niður. 45 mínútur, það eru 1-2 mínútur bætt við, myndi ég. Það er konar 45 alltaf vallarklukkuna. Það er 42 klukkuna í 12-unni. Ég held að vallarklukkan sé rétt. Þannig að þið getið reiknað með að þetta 42-30 núna, það sé uppbútt á tíminn. Sérst 42, þið getið reiknað með að það sé 45. En Afturelding hefur núna takið til að býta frá sér. Ég held að það sé mikilvægt að fá að alltaf koma sér aftur inn í þetta. Þetta hefur ekki verið útflutnings þessu fyrir áleikur. Marvin gerir frábærlega. Með á öskunni stúkunum mætti alltaf við hérna heimamenn sem að tapa 5-0 og fengið okkur 5 víti, en þetta hefur nú bara verið, dómarinn hefur ekkert sérst, þannig þetta við ættum að fá okkur bara te í hálfleik og slaka þess á og njóta þess að horfa á liðið spila og svona. Og hálfleikur 2-0 fyrir heimamenn, fyllilega verðskuldað, Maggi þarf að töfra eitthvað fram hindi seinni hálfleik.
gonna say? Have a drink? Clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give two shit. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Can't stop,
Setjum við álöku fyrir sann að hefjast. Ég hveti ykkur til að fara í sjoppuna og fá ykkur pítsur. Nóg til á pítsum ennþá. Gerum okkur klár. Setjum okkur í stöður. Koma svo. Áfram vestri.
Jæja, verið velkomin inn í seinni hálfleikinn. Það er ekki að gera skiptingar en Maggi var lengi inn með liðið. Og þeir hafa farið vel yfir þetta. Og Jössi afturinn byrjar á þvílíku krafti. Þannig að Vestri verður klárir að mæta í. Vestramenn voru mun betri fyrir hálfleik og leiða 2-0. Og þeir hafa ekkert ráðið við Sælas. Hérna hægri kantinum, hann er búinn að snúa hérna vinstri hægri snú. Þetta er búinn að vera stórkostlegur í undanförnum leikum og hann heldur upp til þannig. Heima byrjar hann bolta, Morten með hann á baldi. Tekur hann snyrtilega niður. Ég held að bara þessum fyrstu tíðin meira ákveðin öllum fyrirhálfleiknum í Aftureldingu. Þannig þeir munu líkast til hápress út alla völl og djöflast í mikilvægt fyrir Vestra að halda boltanum, þora að spila milli lína og brjóta upp. Þeir vinna hann hérna og Elmar, þetta er nú væntanlega, já. Allt annan kraftur en það fyrstu 40 sekundurnar í Aftureldingu. Þetta voru mjög skrítið að kemja með sama orkustig og voru í fyrri hálfleik með hvernig sumarið er. Og Elmar tekur hérna boltann og nær og Túfa nær þessu. Rasmus dettur hérna, Benó missir hann, vinnur hann aftur. Kemur hann við föllin. Og Vestræðin verða klárir í að þola þetta. Það er sér pressuna ákveðna Aftureldingu. En Maggi komur á orð, ég bjóst alveg 2-3 skiptum með hálfleik en hann ætlar að gefa þeim einhvern séns hérna. En það er ennþá allir að fulla að hita upp í þeim. Baldi Bjartur fær hann væntanlega gult spjald. Það sé bara með. Og Heiminn eiga hérna aukaspjald. Og Bjartur og Aron er líka með spjald hjá gestunum. Og ég held að það er enginn í heimamönnum. Aldrei missa hann hérna. Það er enginn komið að spjálta í heimamönnum. Það er rétt munað hjá mér. Dómari Leysins hefur bara verið mjög góður þrátt fyrir köllin hérna í stúkunni. Já, dómari Leysins er Guðmundur Páll og Daníel Ingi og Sveinn Ingi. Aðstofamenn. Betra Oliver Björn Jensen, þetta hlýtur og Andri er bara einn þarna en Elvar straujar hann bara annað en tekur bolta sem betur fer en hann var ekki ránstæður, vörðin stóð fáralega. Ég sá það hérna. En þetta byrja að fara hérna leið gestana, Egen í markinu og svona Gunnar, Aron Eli, Andri Freyr, Rasmus Kristensen, Hjörvar Sigurðsson, Bjartur, Ásgeir Frank, Elmar Kokens og Túfa að sleppa í gegn. Gunnar nær á potunum þarna, vel gert. Ég held þetta sé hárrétt. Óli Björn og Ivo Brás sem tóku frá Ægi, búin að mikið fjárðarfólk og ýms og sögur í gangi í þau félagskipti en hann er kominn í Aftureldingu og bara hann ekki sem þau skiptir hérna maður með. Þetta er frábær bolti á Elvar en Göss lést þetta vel.
og Elvar kemur þessu upp. Dúfa hefur afar öflugur að djöflast í þeim hann frammi, þeir fá aldrei frið. Og þá er liðið heiminn á minna, það er Marvin og séðan er það Elmar allir fyrirliði, Morten, Gus, Elvar, þetta er varnarliðin sem góði Fata í Natsjön á miðinni og Baldi, Beno og Sælus í köntunum og Dúfa frammi. Þjálfari heimann er Davíð Smári og þjálfari er afturinn Magnús Már. En Afturelding er að komast í betri stöðu núna. Oliver hérna fær boltan á Elmar, þetta er vel gert. Og óheppnir þarna, ég held þessu horn. Nei, markspyrna. Það var miklu betra, Oliver. Og hérna, Elmar spiluði þetta vel. Og Marvin er í markinu á vestra. Rafa er meiddur. Það þýðir að markmannsþjálfarinn Brenton er í hóp. Elmar vinnur hann og bolta á Fata. Elmar gerir þetta vel sér fyrr. Þetta er illa gert hjá Gus. Elmar gerir vel, kemur hann minni yfir. Og Brass. Hann er hérna 1-1 á Elmar. Og Aron. Ásgeir hérna 1 á miðinni með boltanum Ben og gerir þetta afar vel, góð vörn. En ef leikinn endar svo núna þá er ég búinn að jafna Aftureldingu í versta sætinu. Og vestri nær Leikni. En Afturelding heldur efsta sætinu á markmanninum. Og Elmar hérna Þetta Sælas. Bjartur Elmar. Elmar er samt búinn mjög líflegur og þetta ekkert gengi upp en hann reynir og langhættulegasti maður gestanna og þetta er kannski ekki mikið gengi upp. Ég held að snúist aldrei á Vestras, kannski svona þrauka fyrsta korterið, kortið 20. Það er eðlilegt að Afturelding nái smá pressu núna á yfirhönd. Það er bara að vera klókir hæg á leiknum og þora að spila sig í gegnum pressuna. Og þá mun skapast góða stöðu fram á við. En allt annað Afturelding liðinni seinna hálfleik þegar það ekki ná skot á markið. Þetta er hraðari hlaup, hraðari sendingar. Þetta er nú ekki oft sem það eru leikmenn í báðum liðum með 77. Í svona venjulegum fótbolta. Falli líka númer 77 hérna á bekknum í vestra. Og þetta er allt annað í Afturelding. Nú er ég byrjað að vinna návíinn og vinna boltan hærra á vellinum og spurning hvort þetta sé of seint. En nægur tími eftir. Fyrirliðinn Aron mjög erfitt uppdráttur á öllu leik. Það rennir nú bara Baldi. Morten sniður, þeir gleyma Sælas. Nú er Vista fyrir okkar mann, labba fram hjá Rasmus. Morten er klókur, hann veit það, bara gefa Sælas, hann gerir eitthvað. Og Brass.
Þú far... Full mikið... Rasmus á þennan örugglega. Þetta er innkast á miðjum velli. Svona fínt að tefja það svona. Hæja á þessu. Og Aron. Marvin bara hefur verið frábær í leiknum. Það er erfitt að koma inn með klukkutíma fyrirvara. Og það var svona late test á Rafa. Verið frábær. Ekki mikið að gera en hann skiptir ekki. Hann er örugglega í sinni aðgerðum. Baldi með ekki góða móttöku. Og nærri góð. Frábært hjá Morten. Lappar hérna frá mig Hjörvari. Hjörvar gerir vel að vinna tilbaka. Þetta er góð setting og Baldi kom ömurlegt touch. Ásaki Órbræði. Og nær. Vel gert hjá Elmari. Elmar þarf að hana. Hinn er á gulu. En gert hjá Sælas. Já, hann er enn og aftur. Mennir byrja bara að leggjast fyrir hún. Óheppinn. Mennir bara að byrja að leggjast niður strax. Þeir nenni ekki einu svona eftir hann. Og Vestri var að koma sér samt í skipulag við. Hestrar með ekki taka þátt í þessu chaosi sem að það er raunum. Gert ég með þessu Gus komin úr stöðu en Elvar þéttir vestaramenn. Nacho vinnur hann þarna. Og þá eru Ben og 1-1. Góður þarna. Líka smá munur að hafa Marvin. Hann er mun betur á boltanum með Rafa. Hann er að leysa ákveðna hluti sem endan vill bara aukstar í hálóttunum. Frábær settingu Túfa. Og Sælas Aron nær að leysa þetta. Þetta er vel gert í Vesturinn á lok og þeir ná aldrei að komast hratt upp. Þetta er vel spilað. Fyrsta skoti held ég, það er Elmar Kogic. Ennþá er 1-1 á Akureyri. Grindavík að vinna leikinn 1-0. Fjölnir komið yfir á móti Gróttu. Njarðvík að vinna Selfoss og ÍA 3, Ægir 0. Koma svo áfram Vestri. Þetta er algjörlega pinsandi á gestunum. En
Afturhalding sem átt stórkostlegt tímabil, það kom einhverju 4 leikir á, þetta 22 leikja mót og örugglega besta tímabilið í sögu Aftureldingar þótt þið tapið rest, þannig að það er frábært starf. Það er gaman líka að þetta umspil gefur sér lengjudeild einhvern veginn allt annað fúlt. Af því annars væri nú bara Afturelding bara þægindum hann líka, en nú er spenna. Það var ekki leiðilegt að fá play-off síðan á Ísafirði. Það var langt síðan við fengið það örugglega, en KFÍ var á ef við fengið hana í handboltanum og unnið það. Og Jó Brask með skot, nei, þetta endar inni. Þetta kom bara upp úr engu. Nú er þetta orðið leikur, Vestri hefði 5 mínútur yfirbót. Og það er nýja maður Jó Brask með skot sem Gus tæklar fyrir alveg upp í hornið. Ég bara veit ekki hvort Marvin átt að gera betur. Það går svo vant, en þetta er vel gert, nú er þetta orðið leikur. Nú er Vestri bara að stíga upp, þá þýðir ekkert að Afturelding er mun betri í seinni hálfleiknum, en þetta er nú bara fyrsta skoti á marki og það er mark, þannig að það er fín mæting hérna á Orlíksvöllinn. Frábært veður, heitt, rakt, það er allir fegnir, það er allt grast á hérna eftir hita síðustu vikur hérna. Þetta er takkillega, en Morten er þessum. Aroneli, þetta gerir hann vel. Frábæra setningu, en Morten las þetta. Og þá er það Sælas. Jájá, þeir eru ekki breyk í hann. Þetta var illa gert fattaði, en ég held ekki með tíma að skipta bandi út af. Það byrjaði að droppa. Og Marvin gerir þetta vel. Leysa þetta vel. Staðan 2-1 eftir 62 mínútur. Og það má sjá hérna í sem langar skýta Sælas, en það er kannski ekki alveg fair að senda hann í skalla ef við Aroneli, það er kannski aldrei ekki það sem hann er sterkastur í. Stálki Martinsson er að koma inn og sem kom frá Hálká mörg tímabilið. Sælas Aroneli. Morten gerir þetta vel. Nú svo brot. Það veika til sér mál, en það bara komur sér tilbaka. Morten svarar hann fyrir sig. Hleypur utan í andra og leyfir honum að smakka þessu á grasinu, en ekki alvarlegt.
Ásgeir Matthías að koma hérna inn á. Það eitthvað vitlaust talið á Vestaraði, ná tvöföldin inn að hæra megin. En Elva leysir þetta vel. Og fyrsti maður Vestra fann neitt upp. Það er danski dagar, Tarek Ibrahimovic og Mikkel Jókonsson. Bolti hérna inn á Jó Bras. Þessi dettu, þetta er ekki víti. Þetta er svo áhyggjefni, Bjartur vildi fá víti en ég mínu sjónarmiði en ég vantar ekkert rétt fyrir mér í þessu. Þetta er langt frá. Og Morten er þessu. Þetta er einkennt Vestralið. Það er frábæran mómentir svo Selfoss komist í 2-0. Gert þannig á Rasmus og sem droppar levelið svo mikið. Og skipting Ásgeir Matthías fyrir Bjart. Áfram Vestri! Vestarmenn oft átt góða kafla. Við erum svona slæmikaflan eiga til að vera ansi langir hjá okkur og þurfum einhvern veginn að kontróla þessu betur. Þetta er virkilega frábært afturlífið en það væri alltaf að setja inn. Það er tvöföld skipting eins og ég held í. Já, Mika og Tarek kom inn fyrir Baldi og Benó. Það er líka Dennis Jarðir og Guðmund Arnar. Og Spánverjan okkar nýja frammi. Þetta er hotspinna. En afturlíka er svona ná öllum mómenti með þessu. Bæði stemningu, spilamennsku á vellinum og við hérna verið austanum og kannski ekki alveg hrifnir af því. Lífið er bara ekki Pepsi og smákökur eins og maðurinn sagði. Þetta var undarleg hotspinna og þetta er bara klafs og hann endar sem betur fyrir aftan. Jó Brasi hefur komið öflugur inn í þetta. Nú er það Morvin. Þetta er vel gert yfir einmönnu. Það ná með svona köflum aðeins að hæja og svo ná andonum, halda boltanum. Það láta þá aðeins hlaupa í vörninni. Svo gerir við vel en það er ástæðum að skipta. Það er orðin bensileysi að finnst mér í haldi allavega. Þetta er tvöföld skipting. Þetta er Benó og Íbra, en maður sæla sig eitthvað slappur en ég var það. Hann er búinn að mattsjó með hrikalegt touch þarna. Morten lætur það líka réttilega heyra. En við höfum fengið stórskemmtilega leikina.
skipting. Ég veit hvað er mútu. Vesturhamar að gera breytingu á síðliði. Út af kemur leikmaður númer 10. Nacho. Og innan kemur leikmaður númer 6. Marek Ibrahimovic. Já, það er Nacho sem fer út á Beno. Og Baldur færist áður niður. Svo eitthvað. Orkulítill. Út af kemur leikmaður 11. Warren. Og innan kemur leikmaður 80. Mikael Jakobsen. Koma svo, hvetjum okkar lið áfram vestri. Ofta ekki bara að spyrja hvað það er það orðin hvað það pakki vörn, en þetta er nú bara líku fyrir líkan. Þetta er frekar sóknar sinna að varna. Ibrahimovic spilar ekki vörn, þannig að það er náttúrulega með svona nafn þá spilar bara svo. Ásker hérna. Aftur þetta er að færa bolta miklu hraða núna og taka mikið fleiri hlaup án bolta og skapa smá usla. Þetta er ekki þessi sami fyrstingir sem var bara alla fyrir hálfleikinn. Það er ekki ógnað, það gerir það heldur ekki dána. Það kom markið upp á þurru, þannig að það þarf ekki mikið til. En nú er Sælas komin 1-1 með að kunna spila í dag. Þá ætti þetta að vera Walk in the Park, en hann gerir þetta illa. Gunnar gerir þetta vel, þannig að það verið góður í dag. Elmar gerir frábærlega, professional foul. Þetta var varla brot, en vel gert. Hann er út af Ég er búinn að fletta upp Ólafbjörnum, hann er Dani og er á láni frá hann Anders. Þannig að ég hafði nú rétt fyrir mér á þann. Staðan ennþá 2-1 fyrir heimamönnum. En afturöldingumenn svona eru komast, eiga búin að eiga seinni hálfleikinn, það er heiðarlegur með það, en samt skapa sér lítið sem ekkert og markið kom einhvern veginn. Menn var að tala um XG, það er örugglega ekki hátt XG á þessu marki, en það telur jafn mikið önnur mörk. Þetta er svona áhugi hvað er skapa sér einhvern lítið, en nú verður Vestra Grótta að koma yfir á móti Fjölni, þannig þessi sigurinn fyrir Vestra telur gríðarlega. En samt sem menn jafntefli gera meira fyrir bæði lið, en Sælas með slappa og Ibrahimovic vinnur hann glæsilega þarna. Nú er Sælas sýnist með byrjað að þreytast, þannig ég reikna með að Dennis kom inn á næstu 5. Ibrahimovic heppinn hann að hann dýfir sér á slæri í boltan, þetta er geta. En það dettur úr skónum, það er alltaf brot. Ég skil aftur um en ég hef orðið mjög pirraður á bekknum líka. Skrítið hann kom ekki inn á hann Arnór, það er að fara með fleipur. Arnór Gauti, hann hlýtur að vera meiddur, hann náttúrulega hefur farið hamförum í sumar. Þess að má ekki gleyma því að velgengi Vestra, hún byrjar að hefjast, en við
tókum við Lilla sem Ásgeir Hólm sem hérna liðsstjóra. Það kemur Arnar Gauti inn á. Ásgeir tók fram liðsstjóra hæfileikann eftir 20 ára hvíld. Sen að sigldi þriðaflokk BI 888 alveg í úrslita leik í þriðaflokki. Þá var hann liðsstjóri og hann tók fram liðsstjóra núna á daginn og hann ennþá taplaust á alla leiki sem hann hefur mætt. Görs gerir þetta vel. Vestri núna, hann á að róa leikinn. Nú kemur Sælas, Rasmus nennið þess ekki. Og Sælas, en vel varið. Það er kannski ekki að fara aðeins nær og rétt á fiska brotið. Þetta er Rámsta, en skiptir ekki öllu. Jú, kannski. Marvin gerir vel, kemur hann og beint á Mikael. Mikael spilaði með Leikni á síðasta tímabili. Ég held ég segi nú ekki að svekja neitt að segja að hann er nú kannski ekki alveg staðið til væntingum. Það er mjög spenntur að fá hann með að koma sá hjá Leikni. Það kannski sá ég bara lítið á Leikni í fyrra. En hann er fljótur áræðin, þannig að ég þess að það er full að trúa á hann. 76 mínútur ennþá stand 2-1 og afturhelding. Það er ekkert að skapa sér en eins og ég sagði líka rétt áðan að miðað færi sem við skorum úr þá þurfa Rangskautar ekkert til að skora. Og Dennis sem kom inn eins og ég sagði. Þetta var alls ekki brot. Dómarinn, ég skil vel hann dæmi bróða því að Sælas er lappa fram með alla leikinn. Hann er örugglega haldið að þetta er eini sénsinn að stoppa hana. Það er náttúrulega bara dæmt brot. Það kem ekki óvart að Sælas kemur út núna og Dennis kom út vinstra með og Mikael hérna herra megin. Sælas kannski þreytur, maður veit það, ef maður eignast barn þá fer svona lúsus þessu svefn út gluggann. Vonum að barnið svo alla fyrstu 2 vikurnar. Frábæra setninga á Bras, og Elmar, hann er komin inn meira inn á miðjun allt í einu. Það er skipting á báði liðum, næstinni geta held ég, bara núna. Marvin tekur þetta. Baldi gerir þetta frábærlega, kemur hann á Mikael. Lappar hérna framjá og með skotum. Það er senda vel gert. Nú er Vestra að byrja enda þetta með skoti og ná að hlaupa tilbaka og svona. Vestra með það gerast breytingu í sínu liði. Uno kemur nýbakaður Karol Silas Konani og inn á kemur nummer 14 Dennis Jardi. Koma svo áfram Vestri, keep going boys, come on! Það er Vestra að fara í 3-5-2. Dennis Jardi kemur alltaf hérna inn fyrir Sælas. Jú, Vestri fer í 5-manna línu. Ég veit ekki alveg hvað þetta var sem við þurftum, en ja. Við erum komið þá 5-4-1.
Vona þjálfaratíma, Tarik vinnur hann vel. Línuverðurinn dæmið þetta, ég vona hann sé ekki að dæmið þeirra öskrum. Við hjálpa honum þá. En staðan í öðru leikjum að Grindavíkar vinna leikni 1-0, Þór Þróttur 1-1. Selfoss búinn að minnka með 2-3 fyrir Njarðvík. Selfoss Njarðvík 2-3 og Vestri að vinna hérna 2-1. Afturlög fær hérna fast leikatri og þeir taka Hjörvar út af. Ég fannst samt Vestarleið var að verjast ofboðslega vel. Ég veit ekki hvort þetta á 5 manna kerfi menn flokka allir upp, en vona innilega ekki. Þetta er lélegur bolti. Mikkel nær þessum og Dennis. Frábært hlaup, geggjusetting, frábærlega spilað. Baldi alveg 1 og 4. Dennis og Mikkel. Og Túfan boltan inn í teig, gerir þetta bara alls ekki vel. Afturhald ekki komið í segja kannski þetta smá því að hægri bakkan úr út af hvort þið er konið 3 manna eða hvort það er bara það skilja Mikkel eftir, ég er ekki alveg viss. Það er líkast til konið bara í 3 manna línu. Og Ásgeir og Elmar, hann missir hann frá sér, Baldi líka. Ásgeir hefur ekkert góða leik. Marvin og tefja. Vestri án og 1 stopp eftir og það er 2-skipting núna. Það er Guðmundur Arnar. Líklegur hérna í vinstri bakvörðinn og Gustaf Barónum erfiðum stað og erum átt og hann gerir þetta afar vel Elmar og þessi bara endar inni. Ég bara veit ekki hvort þetta var sjálfsmark eða Elmar skorar. Þetta er bara gjörsamlega gali, hann var skot á markið og já. Þetta er dýrt að nýta ekki yfir hann 2-2, frábær endurkomið afturlendinga og mér finnst synd, þetta er bara verðskuld af. Bæði mörkin af koma upp úr engu. Túfa kemur út Íker Hernandez kemur inn og Baldi og Guðmundur Arnar. Þetta ekki Nei. Rúri kemur að það fara aftur í 4 manna línu. Það er ótrúlegt. Það er spurning hvort Marvin, það ég bara er á langt frá, hvort hann ætti að gera betur eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki færi búin að koma, en afturlega samt bara einhvern veginn búin að skora 2 mörk, en afar að gera, kannski einkenni bestu liðin líka. Það þurfa að minna hafa fyrir þessu. En það má ekki að taka að Vestri sem búin að spila vel og eru alveg búin að fá færi til að bæta við, en einhvern veginn svona brottar tækling, þetta á að vera rautt.
Ekki gult. Það fannst mér Rottar tæl sem verðskuldaður upp spjald en það var alveg kórun að leik Ásgeir Frank sem hann fengið rautt. Það hann alveg verið í takti hvernig hann hefur spilað fyrst mér. En vissulega ég líka litaður en mér fannst þetta hér að vera rautt. Mjög Rottar að taka hátt með fótinn. Það bara nýta mómentið að skora. Þetta Guðmund taka þetta. En áfram gakk. En ég held að vona Vestarmenn fann ekki einbeitt þess að dómarana. Við erum búin að hafa frábæra leik en einhvern veginn. Við vantar þessi ægi til að fara í toppinu sem moment. Guðmundur, hann bara með skot. Tveir boltar í leik, dómarinn á að stoppa en ekki óvart að Dennis Jaldi muni taka til bolti. Það var rétt brot. En Guð hjálpi Ásgeiri Frank að hann fyrir boltan á næstun og fatta hennar álutónum. Þá getum við fengið þessu raut. Þeir halda áfram Vestramenn hérna í dómarunum. Við erum ekki kannski Nei, nú gleymum við okkur enn og aftur og Elmar er allt í einu bara með boltan allstaðar hérna. Það hlýtur spjald að koma á bekkinu á Vestra, þeir náttúrulega hætta ekki. Batu eldir. Báðir. Þeir held að Brenton og Batu fór báðir. En Vestri á hérna aukaspinnu. Það er komin 87 mínútur, nú spennust ég alveg komin på þakinu hérna. Mikið undir. Það hotspinna sem hefur fá, nei, gera vel. Vestramenn er alveg takkjað að vinna þetta. Ég held að hætti að vera að væla í dómaranum og fókus á þetta og klára leikinn. Ætti þessu bulli og bara vinna. Við erum ekki að vera vælandi hérna. Bara áfram gang, hún hefur frábæra leik. Það er óþolandi að liðin þurfi ekki færi til að skora. Það er umhugsunarefni hérna í dag. En Elmar er búinn að vera langbestur í afturhaldingarliðinu eins og hérna Sæla sem við fann út að var í Vestra. Vestramenn að væla fullmikið núna. Sleppum hann að auðvitað við spjald. Dómari verður samt að vera að hafa betri stjórn á þessu. Það er einhvern veginn búinn að hleypa þessu upp í bölvaða vitlaus út allt. Eftir að hafa átt afar góða leik, þá var hann mist algjörlega kontról á báði liðum núna. Og leiðilegt en að þetta gerist. Og ég er ekki að verja heimamenn í þessum efnum. Og Brasinda, en fattaði bara einn. Ég geta sett upp inn. Vestramenn líka skynsamir.
Jafn þegar við gera helling fyrir okkur tap, setur okkur í erfiðari stöðu, þannig að ekstra á þetta. Dennis með góðan bolta, hann bara engin. Það var að Elmar sem fyrr. Geggjaður. Guðs frábærlega að spila það. Vestriði Þóra að spila bolt, hann hefur náttúrulega gert helviti vel. Guðmundur og var aldrei á staðar. Eins og ég sagði ykkur aðan að ef að Dennis fengi til þá myndi að brjóta á, en þetta bara svo dýrt. Það eru 4 mínútur bætt við. Það er Ásgeir Marteins sem tekur þetta. Tíminn sem sagt búinn. Þannig að hérna kemur svo 93,5 til 94 er leikurinn búinn á klukkunni sem eru að horfa. Og lítur á rangstæðir hérna. Það er skrítið dómarinn að segja, búinn að hafa fína stjórn og bara dæma vel og sen einhvern veginn bara missir hann allt í chaos, allt í henn og hefur einhvern veginn ekki þorið að kjark til að díla við hlutina. Guðmundur, duelspila. Ekki svona hafa þess að 3 miðverðið þarna. Vel gert hjá heimamönnum, frábærlega leyst hjá Kjartan og Rúrik. Og með vitlausa sendingu þarna held ég, en þeir fá horn. Ég væri afturleika maður myndi ég nú bara vilja Almar sé með boltan. Þetta er að 2,5 eftir eitthvað svo leist tvær. Fataði skalla þetta bara einhver. Aron. Dennis, vel gert, þetta er horn. Þeir menn verða að losa þessa pressu. Línu er núna að skamma í afturleika, standi 2-3, menn með hann aðeins slaka á. Þetta er kannski ekki áherslan. Marvin grípur þetta vel. Gerir þetta frábærlega, kemur hann á Morten og er danskaplöp og þetta er ekki brot. Jú, þetta var brot. En þessi dómarinn er bara spennist yfir orðið trillt. Út af engu. En ég segi það var ekkur þetta leikur sem var dæmt hérna einmitt sami dómari. Það var ekki til leiknum, það var allir orðnir bilaðir út af einhverju smá. Langur bolti hérna á engan, tekur þetta bara niður. Jesús, þeir alltaf hleypir sér spennu. Vestramenn einhvern veginn bara búin að leggja Aron í bát. Ætlaði ekki sér svona rúm mínúta eftir. Afturlendinga mun líklegri svona þessar síðustu mínútur. Það ser út fyrir. Einhvern veginn að spilast held ég að bæði geta sætt sig við stíð en heimamenn alltaf mjög ósáttir að koma svona yfir og klúra þessu. Einhver bolti hérna. Þetta lítur á, aðja.
bara inn í teig og reyna að skora hann á sigurmarkinu, einhvern heldur skemmtaði. Það var sem til dæmis ekki brot, en þetta bara línan sem þessi vinnur okkar hefur sett. Nú bara, og það er gaman á það sigurmark með hvernig spennist ég það verður allt kól vitlaust. Þetta er víti, eða ekki? Tekka fram í 70 metri burtu þess og ég ekki að biðja meira um þetta er hendi. Ég sá hendina. En nú er afturhaldingrattinu konum bara hérna. Þannig alveg típist að myndi flauta þetta af núna bara. Gera þá bila. Elmar segir og þetta er aftur fyrir og nú ætti þetta að fara að renna út. Með það sem ég sá 84 og það ætti það að vera komið. Þetta fór bara engast, ég ætti það að vera aftur fyrir. Engkoma Íbúna Matsek og með en það hefur ekki verið útflutnings eins og maður sagði. Það hvað er að gerast hérna? Rúrik með skot yfir. Ég veit ekki alveg. Hann er að fara að flauta að sínust með. Og ég ekki mína menn þetta. Hópast er að hann og flautar af, en við þökkum fyrir okkur, frábær leikur, 4 mörk, stórkostlega skemmtilega leikur, en leiðilega endur fyrir heimamenn, en góður kannski fyrir gestna. En við þökkum fyrir okkur og sjáumst á 10 dögulunum. Við þökkum Árundi fyrir komuna og minnum á næsta leik vestra sem er í Breiðholti á sunnudaginn þegar við heimsækjum Leiknismenn. Takk fyrir komuna og áfram vestri.